Leikja hreint hjá mér. Þetta alveg hreint og þá hringir vekjarklukkan. Alltaf svona. Eða ekki vekjarklukkan. Það sem að minna mig á hérna. Æja, hérna dó ein í skyldustörf. Hætti þessu. Þetta hérna grei. Hún dó hérna með skyldustörf, klemdist hjá mér. Alveg tróð full af frjókorni. Blessi sér minning hennar. Og sjá hérna. Þetta get ég nú bara tekið, fjarlægt. Og spurning hvort ég get ekki bara tekið með hlutina á þessu hérna. Nei, þetta get ég nú látið þær njóta áfram. Já, sjáum til hvernig ég gera þetta. Þetta er svona, nota þessi fóðurnaramma kalla ég þetta til þess að gefa þeim frjódeig fyrst og fremst. Það er svona minnst sóðaskapur í kringu það, segi ég. En ok, skulum við sjá. Nú það er sama, við tökum alltaf upp hérna annarkvort fóðurnaramman eða ysta. Það sitja rosalega mikið á þessu rammum og undir, þannig ég ætla frekar að taka upp ramma hérna. Nú og náttúrulega, halló, ramma haldaran hérna upp hengjuna, notum við það. Varlega. Og þetta er til dæmis léttur rammi, en sjáu þið, það er hérna fullt af frjódegi í honum og nokkur ungviði. Hérna á þessu hérna svæði, yst hérna þessi dökku kúftulok, það er fullt af frjókorni. Og þetta er ánægilegt að sjá, en það er lítið að þessari hlið, lítið sem ekkert. Þetta er eiginlega tómur rammi að öðru leyti, en þessi frjókorni sem hann er að nýta sér. Það sem er að nýta sér semst plássið fyrir. Þannig að sjá, hérna. Misti þetta. Best að renna upp hérna. Nú, það er flugur sem að sleppa hérna út eins og við sjáum. Það er fljúga hérna upp að glugganum. Upp í gatið hérna og út. Og þær sem að fljúga upp, það eru fyrst og fremst eldri flugur sem áður hafa verið úti, þannig að þær rata heim. Ég hef engar á að gera því. Þær eru aðeins órólegar. Það heyrir svona suða í þeim, þannig að ég ætla að reykja aðeins á þær. En ég get ekki haft þennan ósara hérna inni því að þá kafna ég. Og hér er fullt af ungviði. Set ekki ungviðaramma út fyrir, sérstaklega ekki utan hús því að það kælir ungviði mjög mikið og er óheppilegt. Tek alltaf fóðurramma eða eitthvað þess háttar, þó það hafi verið smá ungviði hérna, þá er ég að fórna því. Það drefst náttúrulega ekkert en það er ekkert heppilegt. Og hérna sjáu þið til dæmis eins og lítinn hvolp, nýútskriðinn, sjáu hvað hann er grár og þessi hérna líka. Hann er svolítið klunnalegur hreyfingum og hérna eru drottningabollar, sjáu þið, 1, 2, 3, 4 drottningabollar, 5, en það sem maður gerir ef maður er óöruggur, maður aðeins fletti frá hann til að sjá hvort það sé egg í þessu og það er ekki. En ég geti nú trúa að hér þyrftum við 1 kassa ofan á þetta bú. Eða, jú, ég ætla ekki, líklega að gera það, ég þarf að hugsa málið. Þetta er ekkert svona sjálfgefið hvað maður gerir, ég ætti náttúrulega að skoða þetta allt saman. Og hérna, góðu ungviðarammi. Og svo reyni ég að telja, það er sem sagt, þetta er 3. rammi hérna. En þetta er nú bara svona stórt og fallegt bú. Ef þú vilja hafa þetta sem er ofan og aðeins stærra og fjölmannara,
Ég veit ekki alveg af hverju. Það það ekki. Nú það sem ég gæti gert líka hérna, það væri það að taka nokkuð ungviðarramma og flytja þá upp í hitt búið. Maður setur hérna ofan á og til þess að sjá hvort að það hefði ekki áhrif á tilvöxt búsins. Ég svo sem ekkert mikið að leita að drottningunum akkurat hérna. Þetta flott bú, mikið af ungviðarrömmum. Hérna sjáu þið frjókot sem hafa dottið af býflugunum núna þegar ég að skoða. Það ágætt að smakka þetta. Svona sæt súrt á bragðið. Og hér er þá ekkert ungviði. Ekkert ungviði hérna. Þannig það eru 1, 2, 3, 4, 5 rammar með ungviði. Þetta bara fóður hérna líka. Þetta gamalt fóður frá því í vetur. Það sem það gera svo að lokum við svona fóðrunarkassa, ef þeir eru tómir, að það er byggja vax í þetta. Og þið sjáu þar eru byrjar að byggja en setja smá svona innan á þetta. Og því að það vilja náttúrulega ekkert svona rými tómt. Þannig að annarkvort er að fylla á þetta eða taka þetta. Og það er ennþá slatti af hérna fóðurdeg í þessu. Þetta hérna er fóðurdeg sem ég fekk frá honum Tótó á Álandi sem hann sendi mér í fötu. Hann skóð þetta úr römmum í haust og þær eru ennþá að éta þetta. Og skulum sjá hvort það sé einhvað í þessu hérna sem ég get á annað hvort fjarlægt eða hvað. Og svo er hérna sykur lefja undir, þannig ég ætla bara að setja þetta plast svona þannig að ég geti þá þrifið það. En ég þarf að fara að fjarlægja hennar kassa svo. Lefa maður að klára þetta hérna, sykurdrullu hérna. Þannig er nú það með þennan kassa. Nú, þá bara ítum við þessu hérna. Öllu hér. Og sjá. Og passa að klemma ekki neina. Það er alltaf sama sagan. Svona og setjum við ramman niður. Hérna. Ég hefði getað tekið annarkot þessara og flutt á hérna út, en ég er svo sem ekkert að breyta skipulaginu hjá þeim nema að sé einhver mjög sérstök ástæða til þess. Og af hverju flytja hann hérna út? Af því að gefa henni sem sagt möguleika á að verpa í fleiri ramma í þessum skala, getum við kallað. Nú, ég ætla bara að setja hérna þakið hér ofan á sem að tilheyrir þessu búi. Þess að nota það sem botn. Hérna. Svo losa maður aðeins hérna á milli. Það klistrar þessu öllu saman. Svona. Og lyftum hérna upp á. Og svo stríkir þessu svona. Þannig að það sem lenda á milli að það geta íst undan. Nú, það sem ég sé hérna. Þetta er heillangstrútkassi. Að hér er lítil notkun í gangi á römmum. Það er aðalega hérna og líklega er ungviði þá hér af því það er náttúrulega oftast beint fyrir neðan eða beint fyrir ofan sem sagt ungviði í kassanum fyrir ofan. Það eru órólega að séu hvað að fljúga mikið upp hérna í gluggan, þannig ég ætla aðeins að reykja þér. Og hér er rúsarinn minn. Ekki alveg dautt í honum þó ég hafa lagt hann hliðina. Áttu náttúrulega ekki að drepast í honum. Þannig, reykjum það smá. Við máum að standa hérna svo. Og sama, notum rammahaldarann. Og þá fer ég í þennan ramma sem er hérna ystu þar sem fæst er af flugum.
og svona bara kíki. Þennan ramma þarf ég að skipta eftir þetta sumar. Ég sjá hvað hann er dökkur. Og það sem ég myndi þá gera með hann, ég myndi þá kannski færa allan hennar kassa eða hluta á honum í efri kassa seinna í sumar. Og svo fletti ég hans hérna. Og hér er bara fóður. Og sama hérna, hér er fóður, þetta er dökkir rammar og þess að þarf ég að skipta alla sama hér, fletti hérna bara. Og hérna er komið að ungviði. Ég sé það bara hérna niður eftir. Ég sjáu hérna kúftu hólfin hérna, dökk af vaxið. Þannig ég ætla þá að kíkja á þennan ramma, sjá hvort það sé ungviði þar. Það er ekkert hérna megin, ég sé það bara út af því að það er enga flugur hérna. Hér er bara smá fóður og einstaka frjókorna klessa. Ágætt að taka bara og brjóta upp svona alla rammana í einu. Það getur verið að vesenast hvern og einn. Og þá er ég hérna með ramma með ungviði í. Og það eru egg og ungviði hérna í þessum hólfum ef þið sjáu það. Kannski aðeins betri lýsingu. Og hérna megin, meira ungviði. Sé enga drottningu en þá. Og þetta er þá fyrsti, annar, þriðji, fjórði. Ég sé þetta bara strax hérna sko. Sjáum hvort við sjáum drottninguna. Ekki þá. Hérna er hún. Og hún er hvít þessi sýnist mér, já, hún er hvít þessi líka. Þannig að hér er hún. Og ég sáttur við það. Þannig. Og var þetta ekki fjórði hérna. Skulum við sjá. Hérna er fjórði rammi. Ungviði á neðri hæðinni. Og hérna er bara frjókot hérna megin, þannig að það er ekkert ungviði meira í þessari runu. Og þið sjáu hérna ofan á römmunum að hérna er fullt af frjókorna kögglu sem hafa dottið úr römmunum þegar ég snýðum svona. En það er taka þetta og nýta. Og þess vegna er ennþá mikilvægur að halda þess beint yfir búinu. Hérna er ennþá meira frjókort. Þetta er bara mikið frjókort svona miðað við íslenskar aðstæður, myndi ég vilja segja. Og setjum hérna niður. Og þá er skoðun lokið í þessu búi, þessum tveimur búum. Og ég er bara tiltölulega sáttur. Get ekki sagt annað. Mætti vera stærra náttúrulega, en maður getur ekki þar að segja fjölmennara. Nú setjum við þetta hérna niður. Tökum þessa. Þetta er apið könguló. Nú, það er best að ýta þeim saman þessum römmum. Þannig að það sé ekki mikið bil á milli þeirra. Þar kýtta þær í og ég spinni þessu svona saman og hef smá gat hérna til eða bíl hérna til endana frekar. Þannig að þá er þessari skoðun lók og þá bara gengi frá þessu.